Eða betur 20 stiga tap í Þorlákshöfn í kvöld. Þetta var leikur. Þetta var allavega að það var mikið skorað í þessu leik. En við ætluðum náttúrulega að reyna að hafa þetta aðeins jafnari leik og eins og ég voru að segja hérna áðan að þá náttúrulega erum með Danero í villuvandræðum og þegar hann inn á vellinu þá erum við +12. Þannig að ef við hefum getað haft hann aðeins meira inn á vellinum þá hugsanlega hefði þetta verið aðeins meira leikur. Og þeir hittu brjálæðislega og þeir eru stórir og sterkir og fljótir og þeir eru að stefna á væntanlega annan Íslandsmeistaratitil. Þannig að þetta er þræðilega öflugt lið og ég er bara stoltur af mínum strákum að koma hérna og berjast í 40 mínútur og við svona öflugt lið og við erum, það vantar svolítið að leikurinn hjá okkur. 20 stiga munur, þið fáið okkur 136 í þessu leik, ég held að þetta hefur tekið metið af einhverjum Skeggjar. En eins og þú segir, liðið þeim mæti bara barátuglaðir inn í leikinn og inn í seinni hálfleiki líka en þetta var aldrei þægilegt fyrir Þórshavn. Ég held þeir voru, það var ekkert eins og þeir voru að skipta inn á varamennunum þeir voru með atvinnumennina inn á í nánast allan leikinn og þeir þurftu að hafa fyrir þessu. Þó að við séum að fá okkur mikið að stigum þá er þetta náttúrulega bara líka plani hjá okkur. Við erum að reyna að keyra leikinn upp. En við erum bara svolítið fáliðaði núna, þannig að ég þurfti að taka leikleið til þess að hvíla mig en ég hef ekki þurft að gera það í vetur áður. Þannig að við þurfum klárlega að fá aðeins fleiri menn tilbúna í næsta leik. Kannski ekki með dýpsta bekkin og vanti Sam Prescott í liðu og Sveinbjörn í dag líka. Ákveðið verkefni að fara þá á móti ríkjandi Íslandsmeisturum á móti öll. Að sjálfsögðu, en mér fannst við allavega að berjast á fullu og svona stórt hjarta og þeir áttu frábæran leik, má ekki líka taka það frá þeim að þeir hittu úr svínhittu. Og en við kannski leiðum svolítið, vörnin leiður þeim svolítið að vera í þægindarrammanum. En svona í heildina litið þá erum við að vantar svolítið hjá okkur og fyrir tímabilið þá voru okkur spáð í næstnæsta sæti og þá vorum við með Bílits og hann er ekki núna. Þannig að ef hann hefði ekki verið með í upphafi tímans þá var okkur pottþétt spáð í neðsta sæti. Þannig að við að koma hér undirmannaðir, ég held að fyrirfram áttum við ekkert að eiga möguleika í þetta þannig séð. Blikalið sýnt á lokaköflum að þeir eigi séns í bara flestum leikjum. En þessi tafla hjá okkur núna, þeir eru með Keflavík síðasta leik, eru með ríkjandi Íslandsmeistara í kvöld og svo fyrsti leikur eftir landsleikjarhlé er Njarðvík. Það er heimaleikur. Já, það er heimaleikur. En þetta er aðeins erfitt prógram þegar þeir eru í þessa dagana í deildinni. Já, og líka bara erfitt fyrir þessi lið að spila okkur. Ég meina við, eins og ég var að segja, við erum ekkert, það er erfitt að spila okkur líka og þeir eru ekki vanir þessu að spila svona. Þórsararnir eru klárlega samt betri heldur en margir í þessu. En það er okkar möguleiki. Það er að koma óvart og spila okkar leik og taka áhættur. Ég meina við munum halda áfram að taka áhættur. Það er bara okkar séns í þessu. Landsleikjarhlé, þessi leikur í kvöld, síðasti leikur fyrir landsleikjarhlé. Hvernig munuð þið nýta það til þess að? Er það að missa einhverja leikmenn? Missa? Vonandi ekki. En þetta verður nú eiginlega aðalega nota bara sem frí. Það eru margir eldri kantinum og margir meiddir og við þurfum bara á hvíld að halda. Það er svolítið svoleiðis. Og við þurfum kannski bara aðeins að landa og koma tilbúnir í seinni hlutana. Þetta eru gríðarlega mikilvægir leikir framundan og ef við ætlum að komast í úrslitakeppnina sem er að sjálfsögðu okkar markmið í þessu þá þurfum við náttúrulega að vinna lið sem eru fyrir ofan okkur í töflunni. Og þannig að þetta er mjög mikilvægur kafli núna framundan og ég verð að hafa Sam og Sveinbjörn og þessi strákar tilbúna í það og náttúrulega Everits og Danner og þeir með ekki vera mjög þreyttir í þessu kafla. Frábært, takk.